Við ætlum þá að kíkja á eina skák í Kongs indverskri vörn sem byrjun sem að hefst á byrjunarleikjunum D4, riddari F6 og hér getur hvítur leikið riddari F3 og hann getur líka leikið C4 strax, kemur svipaðan stað niður, G6, C4 og biskup G7 og svartur staðsetur biskupinn sinn strax á G7, hvítur tekur yfir miðborðið og þetta er svona eina algengustu stöðunum í Kongs indversku vörn. Þessi tiltekna skák var tefld árið 1997 og hér eigast við slóvaski stórmeistarinn Ljubomir Fatasnik gegn króatíski stórmeistarinum Ogniew Svitan. Þetta er báðir sterkir skákmenn og við sjáum eftir framhaldið í skákinni biskup E2 og E5. Þá reynir svartur strax að sækja fram og það eru nokkrir möguleikar í þessum stöðum. Stundum læsir hvítur miðborðinu með að leika peðinu til D5 á einhverjum tímapunkti. Stundum gefur hvítur svörtum tækifæri til þess að fara í uppskipt á D4 og opna fyrir biskupnum sínum. Þannig að það eru margar stöðutýpur sem eru í boði. Ef við förum aðeins tilbaka í stöðun eftir D4 og riddari F6 þá á hvítur líka kost á því að tefla fleiri afbrigði á móti Kongs indversku vörn. Hann getur til dæmis reynt að taka algjörlega yfir miðborðið og stilla öllum peðunum sínum upp á fjórðu reitarröðinni. Þetta kallast fjögurra peða árásin. Hann getur líka leikið peðunum sín á F3 þar sem það stendur vel og valda meðal annars innan G4. Hugmyndin er að hafa biskupinn á E3 í friði í framhaldinu. Þetta kallast semisafbrigðið. Og svo eru auðvitað mörg fleiri afbrigði. Hvítur þarf ekki endilega að taka yfir miðborðið með að leika E4. Hann getur líka í sumum tilvikum haft biskupinn sinn á G2 með riddarann á F3 og margir fleiri möguleika fyrir hvítan. Förum aftur í þessa skák eftir sjötta leik svarts E5. Hér hrókraði hvítur stutt. Við sjáum að peð og E5 er í uppnámi en það er hættulegt fyrir hvítan að drepa það. Við sjáum að eftir uppskipt á þessum mönnum hér þá svartur kost á því að virkja biskupinn sinn á G7 til dæmis með því að leika annarkvort hrókur E8 eða bara einfaldlega kannski taka hérna á E4 og við sjáum að biskupinn hótar riddaranum á eftir. Þetta gefur svartum ágætisfæri. Þannig í þessari skák þá ákvað hvítur bara hrókur á stutt og það er aðalafbrigðið. Hér leik svartur riddari C6 og setur strax pressu á D4 peðið og hér ákvað hvítur að loka miðborðinu með að leika D5. Kongs indversku vörn hefur árabil verið býsna vinsæl byrjun. Hún hefur átt sín tímabil þar sem hún hefur orðið mjög vinsæl og inn á milli ekkert sérstaklega vinsæl. Það er eins með aðra byrjunir. Það eru margir af frægustu skákmönnum söguna sem hafa teflt Kongs indversku vörn. Meðal annars getur nefnt Garri Kasparov fyrir heimsmeistara sem teldi Kongs indversku vörn mikið. Bobby Fischer teldi Kongs indversku vörn mikið. Einnig Timur Radzhabov frá Azerbaijan og bandaríski stórmeistarinn Hikaru Nakamura þeir hafa haldið heyri Kongs indversku vörns á lofti. Eftir D5 þá leik svartur riddaranum niður á E7 og hvítur fór þá með riddarann sinn á D2. Þessi riddari gæti verið á leiðinni á C4 í framhaldinu því að hugmynd hvíts er að sækja fram á drottningavægnum en hugmynd svarts er að sækja fram á kongsvagnum. Og til þess að hefja sóknina þarf hvítur að leika C5 á einhverjum tímapunkti og svartur þarf að leika F5 til þess að brjótast áfram. Og þetta krefst töluvers undirbúnings fyrir báða aðila en riddari D2 er svona undirbúningsleikur, plan hvíts er að leika þá setna B4 og svo C5 og riddarinn getur þá farið á C4 með pressu á D6 peðið. Til þess að geta leikið F5 þá þarf svartur einhvern veginn að forða þessum riddara af F6 og einn möguleiki fyrir hann er að leika riddarann á D7 til þess að opna fyrir F-peðinu. Annar möguleiki er að hægja aðeins á sókn hvíts og leika hérna A5 sem er svona algengur leikur í þessum stöðutypum þar sem að svartur er með peðin sín hérna á svörtum reitum. A5 tekur B4 reitin af hvítum og hægir aðeins á þessari framrás og svartur gæti mögulega einhvern tímann staðsett riddara á C5 reitum. Sjáum eftir riddari D7 gæti riddarinn hugsanlega að fara á C5 þar sem hann stendur vel. Þetta er önnur leið fyrir svartan. Í þessari skák þá leik svartur riddarann niður á E8. Hann undirbýr þá að leika F5 og heldur skálínuninni fyrir hann hvítriddabiskup opinni. Það er eitt sem er dálítið athyglisvert í Kongs indversku vörn. Aðalmaðurinn hjá svörtum virðist vera þessi biskup á G7 en þar sem að peðin er öll komin á svarta reiti á miðborðinu þá er vægið þessa biskups ekkert sérstaklega mikið. Við sjáum að hann drífur ekkert langt yfir borðið. Það er þessi hvítriddabiskup hjá svörtum sem er betri biskupinn. Hann hefur miklu meira rými og tekur þátt í kóngsókninu eftir. Það er gott að þekkja þetta. Að sama skapi þá er hvítriddabiskup hvíts ekkert sérstakur, hann rekst í peðin sem er á hvítureitum
og betri biskupinn hjá hvítum er þessi biskup sem er á svörtum reitum, sem getur tekið þátt í að ráðast gegn peðakjöði svarts í framhaldinu. Hvítur leik núna B4 og svartur F5 og nú hefst mikið kapplöp. Hvítur leik C5 og svartur riddarinn tilbaka á F6 og núna kom F3 hjá hvítum til þess að styrkja miðborðið og þá læsti svartur peðastöðunni sinni með að leika F4. Og hugmynd svarts í framhaldinu er að brjótast áfram með að leika G5, H5 og G4 og hefja kóngsókn. Ég heyrði einu sinni dálítið skemmtilega lýsingu á hugmyndum hvíts í kóngsindversku vörn, sérstaklega í þessu afbrigði og sambærilegum afbrigðum. Þar var sagt að hugmynd hvíts væri að brjótast fram á drottningavængnum, reyna að komast í gegnum vörn svarts og ná síðan að beygja til hægri áður en að svartur mátaði hvítan á kóngsvagnum, sem er eiginlega bara mjög góð lýsing á afbrigðinu. Hvítur reynir að sækja fram á drottningavængnum og reynir að búa sig til eitthvað spil komast í gegn áður en að svartur nær að máta hvítan. Hér leik hvítur riddari C4 og svartur leik G5. Núna kom A4 og riddari G6. Svartur flytur mennina sína yfir á kóngsvagnin til þess að hefja kóngsvagnina. Nú kom biskup A3 og nú sjáum við hvernig þessi biskup hjálpar til í sókninni á D6 peðið. Plan hvíts er að leika B5 og reynir sína að vinna peðið á D6. Og það er þess vegna sem að svartur leik svona undirbúningsleik í þessar stöðu. Hann leik hrókur F7. Og hugmyndin gæti verið að geta valda peðið seinna meir með biskup F8. Og hrókurinn getur þá líka sveiflað sér yfir á G7 þar sem hann styður mögulega við framrásina á kóngsvagnum G4 seinna meir. Nú kom B5 hjá hvítum og hér getur svartur leikið biskup F8 eins og ég sagði. Hvítur myndi þá leika B6 og er þá komin ansi langt með sína sókn. En í þessari skák þá ákvað svartur bara að drepa á C5. Hvítur drepa auðvitað með biskup tilbaka og þá kom H5. Nú kom A5 hjá hvítum og G4. Þá sjáum við þetta gríðalegt kapplöp sem er í gangi hérna. Hvítur leik núna B6 og þá G3 og kóngur H1 hjá hvítum. Þannig einfaldlega að koma kóngnum sinum í skjól og undirbýra geta varist drottning H4 sem gæti komið seinna með að leika biskupnum niður á G1 og valda H2-peðið. Við sjáum að ef hvítur leikur H3 í þessari stöðu þá á svartur í sumum tilvikum möguleika á því að fórna biskupnum á H3. Hann geti leikið riddaranum á H4 og flutt mennina yfir á kóngsvaginn og reynt að fórna á H3 á einhverjum tímamóti. Það geti verið hættulegt. Þess vegna leik hvítur þessu leik kóngur H1. Þetta hefur verið telt margoft. Nú kom riddari H7 hjá svartum. Hugmyndin er einfaldlega að opna fyrir drottninguna, koma henni á H4 og riddarinn geti tekið þátt í sókninni seinna með riddari G5. Nú kom D6 og drottning H4 sem hóta máti og hvítur bakkaði með biskupinn sem niður á G1. Hér sjáum við aftur hvað er hættulegt fyrir hvítan ef að leikur H3. Svartur myndi bara einfaldlega að drepa það peð og með mjög hættulegri mátsókn. En eftir biskup G1 sem valdar H2-peðið þá lék svartur mjög athyglisverðan leik hér. Hann lék bara einfaldlega biskupnum á H3 beint í döðan. Og þetta setur svolítið erfið vandamál fyrir hvítan. Hér er besti leikur hvíts að taka biskupinn. Stundum er sagt að besta ráðið við fórn sé einfaldlega að taka henni. Eftir drottningdreipur H3 þá sjáum við að svartur hóta máti með G2. Og hér verður hvítur að leika hrókur F2 til þess að forðast mát. En eftir G-dreipur F2 og biskupdreipur F2 þá er hvítur í ágætum málum. Sjáum að þegar hvíturriddarbiskup svarts er farin út af borðinu þá hefur hægst töluvert á sókninni. Hvítur er komin ansi langt með sína sókn á drottningavagnum. Og eftir mögulegt framhald í þessari stöðu sem getur verið A-dreipi B6 þá getur hvítur leikið riddari D5. Og eftir C-dreipi D6 þá getur hann dreipið á D6 og dreipið svo á B6 og hóta þá hróknum A8. Og ef svartur passar sig ekki hér og leikur til dæmis hrókur D8 þá getur hvítur leikið biskup F1 og þá sjáum við að svarta drottningin á ekki margareiti. Ef hún fer á E6 kemur biskup C4 og drottningin fellur. Þannig að hvítur hefði átt að taka biskupinn á H3 í þessari stöðu og gefa hrókinn sinn með hrókur F2. Hefur þá aðeins betri færi. En hvítur gerði hér alveg hræðileg mistök. Hann drap með peði á C7 og sá bara einfaldlega ekki framhaldi hjá svörtum sem var eiginlega alveg stórkostlegt. Svartur drap núna á G2 með biskup og þetta þvinga framhald fyrir hvítan að hann verður að drepa tilbaka með kóng. Og nú kom glæsilegur leikur hjá svartum.
drottning H3 skák. Fórnar drottningunni. Ef að kóngurinn hörfar á H1 þá kemur mát með G2 eins og við sáum áðan. Þannig að hvítur varð að drepa drottninguna. Þá kom riddari G5 skák. Kóngurinn verður að fara tilbaka á G2 og núna riddari H4 skák. Og hér gafst hvítur upp. Hann vildi ekki leyfa svörtum að klára meistaraverkið sem hefði getað komið upp eftir kóngur H1 og G2 mát sem er glæsileg lokastaða. Þannig að þetta var kóngsindversvörn, stundum kalluð kóngsindverji, og þetta voru svona helstu hugmyndindar í kóngsindverjunum. Í flestum tilvikum þá sækir svartur fram á kóngsvagnum með peðaframrás eins og F5 í þessari skák og hvítur sækir fram á drottningavagnum með að ýta peðanum þar og stilla mönnunum sínum upp fyrir aftan peðin. Það er lykilatriði hér að vera dálítið fljótur að búa sér til mótspil svo maður verði ekki hreinlega bara undir í baráttunni. Takk fyrir þetta.